Komið sæl og verið velkomin með okkur í Suðurnesja Magasín Víkurfrétta. Við munum á næsta hálftímanum fjalla nokkur skemmtileg mál á Suðurnesjum, enda margt og mikið að gerast á hratt vaxandi svæði. Það hefur verið gríðarlegur vöxtur á gamla varnarsvæðin á Keflavíkurflugvelli. Þar var mættur fyrirverandi Bifrastar rektor mitt ár 2007 til að byggja upp háskólasamfélag. Hann núna á förum en uppbyggingin heldur áfram. Við skuldum engri peningastofnun nokkuð skapaðan hlut. Ég held að heildar skuldir okkar við bankakerfið sem 1 milljón króna. Pólitíkin á flegi ferð og prófkjör Samfylkingarinnar í Suðurkjördæmi nú helgina. Skúli Thoroddsen, framkvæmdastjóri Starfsgreinasambandsins, býður sig fram til forystu í þessu kjördæmi. Við hittum kappan og kynnumst honum og málefnum hans. Með mína miklu þekkingu, mína miklu reynslu að baki, þá segja tími okkar reynsluboltana sé komin aftur. Íþróttir á Suðurnesjum ekki bara körfubolti og fótbolti. Jaðargreinar hafa gengið vel og ein þeirra taekwondo. Við hittum eina taekwondo fjölskyldu þar sem lífið ekki körfubolti eða fótbolti. Mamma, berjast fram á sjónvarpið við ykkur? Já. Menning og listir blómstra nú sem aldrei fyrr og í þessum þætti ætlum við að fylgjast með nemendum úr Fjölbrautaskóla Suðurnesja sem að frumsýna Sódómu í Andrjús bíóhúsinu á gamla vallarsvæðinu. En við hefjum leikinn með stuttu fréttayfirliti en laumum hér inn rétt á undan fréttagetunum sem við munum svara í lok þáttarins. Spurt hvaða bæjarstjóri á Suðurnesjum hefur gefið kost á sér í prófkjöri Samfylkingarinnar. En þá yfir í stutt fréttayfirlit. Danskar herþotur komu til landsins í vikunni og munu sinna loftvörnum við Ísland næsta mánuðinn. Þetta í fyrsta skipti sem Norðurlandaþjóð sinnir loftrýmisgæslu við Ísland síðan í seinni heimsstyrjöld. Að sögn Elli Sif Tinnu Víðisdóttur Danir mjög spenntir yfir þessu verkefni og hlakka til dagana hér á Íslandi. Ljóst að fyrirtæki á Suðurnesjum munu njóta góðs af heimsókninni en Danir munu kaupa ýmsa þjónustu á svæðinu. Unnið að stofnun heilsufélags á Suðurnesjum með það að markmið að skapa 300 ný störf á heilbrigðissviði á næstu 3 árum. Hugmyndin að sveitarfélögin komi að félaginu ásamt Keili, Háskóla Reykjavíkur og Háskóla Íslands, Þróunarfélaginu og aðilum í ferðaþjónustu. Félagið hefði með höndum rannsóknir og þróunarstarf, heilsutengda ferðaþjónustu og læknisþjónustu sem höfðaði til erlendra sjúklinga sem kæmu hingað til lands að leita sér lækninga. Fyrsta prófkjör ársins verður helgina og mun Samfylkingin í Suðurkjördæmi ríða á vaði. Allnokkrir Suðurnesjamenn sækjast eftir öruggu sæti. Kosið verður á netinu og verður fróðlegt að sjá hvernig það gengur. Agnar Steinarsson, sérfræðingur hjá Hafrá á Stað, hefur kynnt hugmyndir að þorskeldisstöð í landi Grindavíkur, en þetta lokaverkefni í frumkvöðlanámi Agnars. Segja má að þetta sé framleiðsla á hraðvaxta stórseiðum fyrir þorskeldi. Að ræða atvinnuskapandi verkefni sem vel passar inn í atvinnuumhverfi Grindavíkur. Tæp 9 ár voru liðin frá því íslenskt fiskiskip landaði síðast í Grimsby þegar Sturla GK12 úr Grindavík seldi afla sinn þar í vikunni. Breski sjávarútvegsvefurinn fishupdate.com segir að hinn óvænta koma Sturlu GK12 hafi vakið nokkra athygli á fiskmarkaðanum í Grimsby enda aflinn búhnykkur fyrir markaðin til viðbótar gámasendingum frá Íslandi. Fallið hefur verið frá því að halda keppnina fegurðardrottningu Suðurnesja 2009. Ástæðan mikill kostnaður og að erfiðlega gengur að fá styrktaraðila að keppninni í því árferði sem nú ríkir. Fegurðarsamkeppni Suðurnesja var síðast haldin 2007 þegar Karen Lind Tómasdóttir var kjörin fegurðardrottning Suðurnesja. Hún kom nýlega fram í Víkurfréttum og lýsti slæmri reynslu sinni af þátttöku í keppninni og sérstaklega í fegurðarsamkeppni Íslands. Nærri 1000 krakkar verða í eldlínunni á samkaupsmótinu í körfubolta helgina í Reykjanesbæ. Körfuknattleiksdeildir Keflavíkur og Njarðvíkur standa saman að mótinu sem hið veglegasta, því auk þess að spranga körfuboltavellina krökkunum boðið upp á ýmsa afþreyingu. Háskólasamfélag var til með undraverðum hraða síðla árs 2007 á Vallarheiði í gömlu herstöðinni. Í Keili nú 500 nemendur og íbúarnir á svæðinu orðnir 2000. Þessi góði árangur að mati Runólfs Ágústssonar, framkvæmdastjóra Keilis, fyrst og fremst að þakka skýrri markmiðssetningu við stofnun félagsins, öflugri eiginfjárstöðu sem náðist með söfnun hlutafjár strax í upphafi, heppilegum ytri aðstæðum árin 2007 og 2008 og síðast en ekki síst frábæru starfsfólki. Á aðalfundi nýlega kom fram að hagnaður ársins 2008 hafi verið 200 milljónir króna og félagið skuldar enga peninga.
Keilir byggist nú upp á 4 mismunandi skólum auk háskólabrúar þar sem undirbúningsnám fyrir háskólanám fer fram í samstarfi Keilis og Háskóla Íslands. Skólarnir eru heilsu- og uppeldiskóli, orku- og tækniskóli, samgöngu- og öryggisskóli og skóli skapandi greina. Keilir þróunarfélag og hér búum við, helsta eign félagsins öflugt starfsfólk og góðir stjórnendur. Og við búum að því að þessu góða fólki og hér eru allir að hlaupa og hlaupa hratt og við erum núna að vinna að og höfum verið að vinna að stofnun rannsóknar setur sig í orkufræðum sem gríðarlega mikilvægt. Við erum hér að starta í haust orku- og tækniskóla í samstarfi við Háskóla Íslands. Við vorum nú aðalfundi að skrifa undir samstarfssamning við Háskóla Íslands þannig að nemendur okkar á háskólastigi verða leið nemendur við Háskóla Íslands og munu útskrifast þaðan. Þannig að það nóg að taka og það mikið að gerast. Eitthvað sérstakt sem stendur upp úr á þessum tíma? Það erfitt að kannski velja eitthvað eitt, en það sem stendur upp úr allt þetta góða fólk sem að hér hefur komið til verka, bæði starfsfólk Keilis, starfsfólk Katego, starfsfólk Reykjanesbæjar og með bæjarstjóran í Brottafylkingar. Þetta hefur verið gríðarlega harðsnúið lið sem hefur verið harð ákveðið því að taka þetta tækifæri og koma því í framkvæmd eða gera eitthvað úr þeim tækifæri sem hér eru. Og það ekki oft sem að maður nýtur þeirra fornda að fá sem sé að vinna með svona góðu fólki. En nú komið að öðrum tímamótum hjá Runólfi. Hann á leið á vit ævintýra í Ástralíu. Ég þannig gerður að þegar að ég í vinnu þar sem að ég mæti klukkan 9 á morgnan og fer klukkan 5 á daginn, þá voðalega hættu því að mér fer að leiðast. Og hvað ætlar að fara að gera? Ég ætla að byrja á því að skreppa smá frí, eða frí skildi kalla þar, ég tók að mér, var fenginn í smá verkefni að skrifa ferðabók Ástralíu, afar leiðilegt verkefni, heitt og heldur, þannig að ég að fara þangað núna, bara næstu daga, og verði í 6 vikur að keyra þvert yfir Ástralíu, og síðan verði ég ykkur á 2 mánuði að klára það rit eftir ég kem heim. Hvað svo tekur við í sumar og haust? Ég veit það ekki, það hlýtur einhver að vilja mann í vinnu. En aðeins af pólitíkinni. Í prófkjöru Samfylkingarinnar í Suðurkjördæmi eru 2 kappar að berjast efsta sæti. Annar þeirra heitir Skúli Thorodsson og framkvæmdastjóri Starfsgreinasambands Íslands. Hann Keflvíkingur og að berjast við fyrrverandi bankamálaráðherra efsta sætið. Skúli, það almenn krafa í samfélaginu breytingar í stjórnmálum. Ertu rétti maðurinn til að leiða Samfylkinguna í Suðurkjördæmi? Já, ég held að ég sé alveg full fær að gera það. Ég hef bæði mikla þekkingu, langa reynslu úr atvinnulífinu og búin að vera lengi í verkalýðshreyfingunni. Veit hvað skórinn kreppir í tengslu við fólk vítt og breitt landið. Ég veit hvað að vera. Ég hef líka kjark til þess að takast á við þessi erfiðu verkefni og ætla að gera það. Það ekki svolítið mikið kjark. Hvað ýti manni út í svona verkefni? Ég held að ég ræddi nú við félaga mín í verkalýðshreyfingunni það hvort að það væri eitthvað vit í þessu og það alveg ljóst að ef maður horfir á Alþingi Íslendinga í dag þá í raun og veru að með fullri virðingu fyrir Ögmundi Jónassyni þá eiginlega enginn fulltrúi launþegasamtakanna á þingi, rödd hennar heyrist þar ekki og menn vilja gjarnan breyta því. Svo má líka bæta því við að verkalýðshreyfingin hefur verið að standa hér fyrir ákveðnum sjónarmiðum, tillögum, verið að vara við því sem koma skal og á hennar rödd hefur ekki kannski verið hlustað nægilega vel og ítarlega og úr því þarf að bæta og ég hef þessi text og þau skipta miklu máli. En þegar menn ráðast á toppinn þá svona tekið eftir því. Ertu nógu vel kynntur og nógu vel þekktur til þess að sækja forystusætið í einn af 2 stærstu flokkum landsins í þessu stóra kjördæmi? Ég vil nú ekki segja að ég sé að ráðast á toppinn en ef að ég geng mig fram með mína miklu þekkingu, mína miklu reynslu að baki þá segi ég að tími okkar reynsluboltana sé komin aftur. Björgvin miklu yngri maður heldur en ég en hann svona framtíðarpólitíkus og ég ber mikla virðingu fyrir honum og ég ekki endilega slást við Björgvin heldur kannski fyrst og fremst að gefa fólki í Samfylkingunni tækifæri til þess að velja
nýjan einstakling til þess að leiða listan, til þess að takast á við þau erfiðu verkefni sem við stöndum frammi fyrir. Og ef að fólk vill gera það, þá ég tilbúin til þess að taka þann slag sem þarf til þess að breyta hér samfélaginu kannski í þágu venjulegs fólks. Og að því leytinu til ég nýr, Björgvin búinn að vera hérna á þingi nokkuð tíma og ég vona svo sannarlega að hann verði það líka áfram. Þetta gríðarlega víðfemt kjördæmi frá Garðskaga lengst austur á Höfn. Hvað myndirðu segja að væru brýnustu málefnin sem að þú ætlar að berjast fyrir? Þetta líka ólíkt kjördæmi. Hér eiginlega þungamilja landbúnaðarins, öflugt landbúnaðarsvæði sem Suðurlandið og svo það sjávarútvegurinn hér, stærsta útgerðarstöð landsins í Vestmannaeyjum, reyndar Hafnarfjörður líka. Við viljum hér Suðurnesjamenn standa fyrir nýsköpun í atvinnulífi. Við höfum gífurlega mikil tækifæri hér á Suðurnesjum í atvinnuuppbyggingu. Miklu fleiri tækifæri heldur en við höfum nýtt okkur og það það sem þarf að eiginlega bretta upp ermar og fara að vinna. Þannig að það þarf að fara að vinna og við þurfum að vinna okkur út úr þessu atvinnuleysisböli hér og það gerum við með nýjum tækifærum. En eins og þú segir, kjördæmið mjög víðfemt, það spannar mjög stórt svið. En það eru þó samnefnarar. Það fiskurinn, það orkan. Það orkan tengist líka landbúnaðarframleiðslunni. Við höfum vannýtt tækifæri í ylrækt. Við höfum vannýtt tækifæri í ferðaþjónustu. Þungamiðja ferðaþjónustunnar á Íslandi hér á Suðurnesjum. Við höfum flugvöllinn. En túristarnir þeir vilja fara og skoða náttúruperlurnar hér í þjóðgarði Vatnajökuls og þar á milli, Gullfoss, Geysishringurinn, Bláa lónið. Þannig að þetta svæði svæði tækifæranna, allt kjördæmi. Það ferðaþjónustan, orkan, ylræktin og fiskurinn, síðast ekki síst fiskurinn. Það var að koma tilkynning frá andstæðingi þínum Björgvini að hann hef átt fund með forráðamönnum Norðuráls sem að segja að framtíðin sé björt í Helguvík varðandi álver. Ég spurði að tvennu, hver viðhorfið þitt gagnvart álverinu og síðan hitt, átt þú eitthvað séns í fyrirverandi bankamálaráðherra fyrsta sæti á þessum lista? Já, þú takir þetta álversmál fyrst, þá því til að svara að verkalýðshreyfingin, Verkalýðs- og sjómannafélag Keflavíkurflugvallar, Kristján Gunnarsson þar formaður, hann líka formaður í Starfsgreinasambandinu. Við höfum verið að vinna í þessu álversmáli hér í 2 ár, að reyna að ýta því áfram vegna þess að þetta skiptir Suðurnesjamenn gífurlega miklu máli. Og við unnum að því leynt og ljóst, ef að álversframkvæmdir hefjast hér, þá erum við að tala hér 1000 störf, 1000 störf á ári í 6 ár í byggingaframkvæmdunum. Og það verkefni verður að fara af stað sem allra fyrst. Síðan þegar álverið komið á koppinn, þá erum við að tala einhver 600 störf hér stöðugt. Þannig að það engin spurning í mínum huga og það engin spurning í hugum verkalýðshreyfingarinnar það að þetta álver gífurlega mikilvægt hér fyrir svæðið. En það ekki eina stoðin, það líka aðrar stoðir. Varðandi síðari spurningunum Björgvin, í hvaða séns á ég í hann? Ég segi það, ég náttúrulega heimamaður hér úr Keflavík, úr Reykjanesbæ. Ég Suðurnesjamaður og ég segi ef að ég verð kosinn og leiði lista Samfylkingarinnar hér í þessu kjördæmi, þá ég í raun og veru eini heimamaðurinn af þessu svæði sem fær tækifæri til þess að leiða lista. Og það eru nú kannski frekar meiri líkur á því en minni að Samfylkingin verði í næstu ríkisstjórn. Og þá eru heimamenn að fá hér tækifæri til þess að hafa sinn heimamann í nær kannski valdapóstunum heldur en hefur verið síðan hér á dögum Ólafs Thors. Og það kalla ég tækifæri fyrir Suðurnesjamenn. En auðvitað ætla ég ekkert að hygla mínum mönnum kannski umfram aðra í kjördæminu. En samt sem áður skiptir þetta máli, þungamiðja kjördæmisins hér, 50% af kjördæminu hér og það skiptir máli núna í atvinnuuppbyggingunni að Suðurnesjamenn standi saman það að efla atvinnulífið á svæðinu. Og þá eru heimamenn best til þess fallnir að standa að því máli. Það nú bara ekki flóknara en svo í mínum huga. Síðan verður það bara komið í ljós hvað Samfylkingarfélagar vilja, mig eða Björgvin, en ég held að ég hafi bara góð tækifæri til þess. En ég vil ítreka það að ég ber mikla virðingu fyrir Björgvin og ég tel hann mjög hæfan stjórnmálamann, en núna samt sem áður finnst mér gott að ég leiti frekar en hann.
Taekwondo orðin ein vinsælasta jaðaríþróttagreinin á Suðurnesjum og Keflavíkurdeildin orðin sú stærsta á landinu með 130 iðkendur. Við kíktum á æfingu og hittum fyrir eina fjölskyldu sem hefur hreinlega lagt fyrir sig íþróttina. Þau mæta í hvítu göllunum sem minna mann á júdófatnað og þarna eru beltin sem segja hversu langt hver og einn komin í íþróttinni. Svarta belti toppurinn en hvíta beltið fær maður í byrjun. Svo vinnur maður sig upp beltastigan ef svo má segja. Á æfingum félagsins í Keflavík má sjá unga sem aldna í þessari mögnuðu bardaga íþrótt. Pappar og synir, já og mömmur, dætur og synir, meðal annars þau Kolbrún, dóttir hennar Ástrós og sonurinn Jón Steinar sem komin langt í íþróttinni. Hvernig stendur því að þú ert ekki í körfubolta eða fótbolta eins og flestir strákar á þínum aldri? Ég var í körfubolta og mér fannst það rosalega gaman. En mér fannst þetta skemmtilega og það var bara svo mikið að gera hérna til að ég þurfti að hætta í körfubolta. Og litla systir, hún komin líka. Hvernig datt þér virkilega í huga að fara í taekwondo? Ég veit ekki, ég pröfaði fyrst og fannst bara íþróttin skemmtileg. Þetta fyrir stelpur? Já, þetta fyrir stelpur og stráka. Og þá kom að mömmunni, hvernig stendur þið að hún hérna í búningnum með krökkunum sínum? Já, hún náttúrulega, í taekwondo, það þarf náttúrulega að kunna form og þú þarf að kunna orð og svoleiðis og það ætla að byrja á því að ég fer að hlýða Jón Steinar yfir og svo byrja hún og ég að hlýða henni yfir því þau þurfa að fara í próf, beltapróf og þá var náttúrulega maður fann að læra þetta allt sjálfu, forminn og orðin og allt þetta og þá hugsa mér þá komin tími til að pröfa og þetta bara rosalega gaman. Þetta náttúrulega mikið þrek, það gengur rosalega mikið út af það og mér finnst þetta bara að vera líkamsrækt fyrir mér og bara fylgi þeim og mér finnst æðislegt að fara á mót með þeim og svo ég fann að keppa með þeim og þeim finnst það líka rosalega gaman, þau eru stolt af mömmu sinni. Og þá það bara pappinn og yngsti sonurinn eftir, ætla þeir að koma líka? Yngsti sonurinn komið með galla, það getur vel verið að hann komi, hann fæ stundum að koma og vera með og hlaupa og svona en hann svo ungur en þá, en Brynjar hann fær ekki að koma, þá verður einhver að sinna heimilinu og búið til mat. Hann verður bara að fara í fótbolta eitthvað. Þetta gengur rosalega mikið út að æfa sig á milli. Þannig að þú nærð ekki árangri og æfir þig ekki heima líka. Það ekki nóg að fara bara á æfingar. Hvað eru það að æfa heima? Þá eru að æfa form, stundum barda, stundum æfi ég og Jón Steinar barda og stundum ég og Ástrós. Það eru að taka takla. Sérst verið heim í stofu eða einhverstaðar að hamast? Já, við höfum niðri þar sem sjónvarpið og upp í stofu. Mamma að berjast fram á sjónvarpið við ykkur? Já. Þetta sem sagt gott fjölskyldusport? Þetta gott fjölskyldusport. Við eins og til dæmis núna síðasta Íslandsmóti, þá sem sagt í formum, þá sem sagt einstaklingsform og svo paraform og ég og Jón Steinar kepptum saman þegar við vorum í fullorðinshóp. Það var alltaf gaman að keppa með syni sínum og hann vildi keppa með mömmu og við stóðum okkur rosalega vel. Og það talsverður áhugi hérna á Suðurnesjum fyrir taekwondo? Já, stærsta félag á landinu núna í Keflavík og búin að vera það í svona ár. Líka hérna annað lítið félag í Grindavík sem gengur mjög vel með, mikill áhugi þar líka og hefur alltaf bara verið vaxandi. Við erum með öfluga stjórn, gott foreldrafélag og við sem erum að þjálfa hérna erum með þeim menntuðustu og reynslumestu þjálfurum á landinu þannig að þetta bara helst allt í hendur. Menning og listir blómstra sem aldrei fyrr á Suðurnesjum. Fljótlega mun leikfélag Keflavíkur frumsýna nýjan söngleik en núna helgina munu krakkarnir í nemendafélagi Fjölbrautaskóla Suðurnesja ríða á vaðið og frumsýna Sódómu. Ég heiti Dagbjört og ég leik hana Mæju sem systir Axels og ég frekar svona leiðileg týpa, leiðileg við alla og dálítið brjálu og abast enginn upp á mig. Já, ég heiti Davíð og ég leik Axel sem að Björn Jörundur leik í bíómyndinni. Ég svona svolítið outsider í þessum hóp og ég allan tímann að leita að fjastýringunni handan í mömmu svo hún styrti nú ekki niður gullfiskunum mínum. Já, ég heiti Siggi og ég leik Móla sem á svona kommunu, gengi og stjórna svona
bruggi og bull og vitleysu. Já, og ég tek yfir Davíð. Ég heiti Bergur og ég leik Agga. Aggi yfirmaður lítilla mafíu og á meðal annars skemmtistaðinn Sódómu, sem þetta flestar gerist á. Hann wannabe mafíósi, hann ekki alvöru mafíósi, en wannabe hann. En hann reynir að gera allt til að Axel ná ekki að finna þessa fjarstýringu. Ég heiti Elsa og ég leika Unni, sem alveg hrikalega hjátrúarfull og alveg trúir bara ef þú myndir draga spil bara, þá myndir trúa að það myndi gerast, sko. Og ég bara lendi bara inn í þessu bara óvart. Bara að halda partí og allt fyrir böndunum bara. Spurt hvaða bæjarstjóri á Suðurnesjum hefur gefið kost á sér í prófkjöri Samfylkingarinnar. Þessi þáttur hefur verið unnin af Víkurfréttum sem fjölmiðlafyrirtæki á Suðurnesjum og fagnar 30 ára afmæli á næsta ári. Víkurfréttir gefur út samnefnt vikulegt bæjarblað sem dreift ókeypis inn á öll heimili á Suðurnesjum. Þar sagt frá auðugu mannlífi, menningu og fjölbreyttri atvinnustarfsemi í hverri viku. Auk þess rekur fyrirtækið fréttavefinn vaff.is og golfvefinn kilvingur.is og sinnir auglýsingahönnun og prentverki hvers konar. Frá 1993 hefur Páll Ketilsson og starfsfólk Víkurfrétta flutt fréttir á Stöð 2. Þessi viðbót okkar sem sýnd á INN og á Víkurfrétta vefnum hugsuð fyrst og fremst til að koma svæðinu betur á framfæri. Hér eru góðir hlutir sífellt að gerast.